Doktor fútból heilsar frá Selfossi. Aldrei þessu vant við Ölfus, ekki í Ölsen. Tómas Þóroddsson og Guðmundur Benediktsson eru mættir sem gestir, auðvitað báðum með tengingu við Selfoss. Tómi, ég hafði samband við þig og sagði, herru, okkur vantar eitt gest með mér. Þá sagði já, ég redda því. Fórst ég bara strax í stærsta nafnið. Guðmund Benediktsson. Já, það er alveg þátt, sko. Það var mjög gaman og þið auðvitað unnu saman hérna 2010. Já. Og þegar að Selfoss fór í fyrsta skipti í sögunni í efstu deild, unnu marga frækna sigra meðal annars á móti KR á útivelli. Doktor fútból verður í þessum glæsilega miðbæ Selfoss yfir einum besta degi í sögu EM. Við erum að tala þennan leik Spán-Þýskaland, förum betur í hann á eftir. Ég staddur í Landsbankanum, Selfossi. Hér er glæsileg vinnuaðstaða sem hönnuð eftir, hugmyndum Leo Árnasonar. Passar. Maðurinn sem að Ítalinn myndi kannski kalla Colvo con grandi sogni eða sá sköllótti með stóru draumana. Við sitjum hér með Túborg áhugi 0, 0,0% Túborg og talandum kannski áhugi 0. Fredrik Skram eiginlega búinn að segja nei við nýjum samningi við Val, hann vildi vera launahæsti leikmaður í liðinu, ætla hann svona hátt í það. Þeir eru komin með nýja markmann. Já. Ömmur á leiðinni. Ömmur á leiðinni? Já, Ömmundur Kristinsson. Og hann að koma, já. Og þeir náðu bara ekki saman með hann og fóru svo bara að tala við Ömmund. Ok. Og ég meina, Fredrik hefur staðið sér vel, en kannski, þú getur ekki sett alla heimsins peninga í markmann. Nei, og kannski líka ekki óvænt að Fredrik Skram sem hann alltaf hefur búið erlendis nánast alla sína tíð þar sem hann kemur í Val, að ef hann sér einhverja möguleika á því að fara aftur út þá einmitt held ég hann sé fljótur að skoða það. Það er bara málið og þetta eru þau tímdi sem ég fæ frá Hlíðarendaversklum, minna það að við erum auðvitað á landsbyðinni og Dominos er líka á landsbyðinni og nú fylgja Matza Tax-pakkar með öllum tilbúðum frá þeim. Endilega tjekkið á því. Fitnessport testin er líka fyrir sveitamannin. Hann lækkar líka í ykkur sveitamannunum, Tómas, og Svavar við nú bara minna á það. Ég haldi alltaf þessi nóg að vera bara út í skógi eða í grassinu. Nei, testin minkar og þar er fitnessport og þeir senda á land allt. Tjekklan bifreiðaskoðun, tjekk 15% afsláttur og segir Doktor fútból sendi þig. Herri, þið náttúrulega öll þessi tækni hérna. Þetta kemur allt frá tölvutek aldrei mig veg, sem raun og veru inspíraður af Guðmundi Benediktsinni. Hann sagði aldrei vekja mig, þeir segja aldrei mig veg. Svona aðeins eldri íslenska á vissan hátt. Drengir, svona, af því að þið vitið allt fótbolta, þá segir með mér ég ætla að spyrja eitthvað allt annað fótbolta. Hver er yngsti maðurinn, og þetta kemur frá tölvutek, hver er yngsti maðurinn sem hefur unnið Wimbledon-mótið í tennis? Hver haldið að sé sá yngsti sem hafi unnið Wimbledon-mótið í tennis og ég vil biðja ykkur að vera eins nálagt með munnin að mæknum og þið getið því að við erum að taka þetta upp á svona söngmæka. Hver er sá yngsti í sögunni? Ég þykist nú vita að Guðmundur Benediktsson þekki þetta. Hver er sá yngsti í sögunni? Guðmundur er þetta svona 10-11 ára þegar hann vinnur þetta. Mér langar að segja að hann sé Ástrali. Nei. Nei, ég langar ekki að segja það. Þið langar ekki að segja það? Þið langar að segja að hann var ábyggilega einhver uppáldi hjá þér. Þetta er Icon. Boris Becker. Hárrétt, þetta er Boris Becker, hann var bara 17 ára. Hann var bara 17 ára og þetta er ótrúlega magnað afrek að vinna Wimbledon 17 ára gamall. Galið. Það er gjörsamlega galið. Ég horfði í gær á kveðju stund. Andy Murray. Já. Tapaði með bróður sínum í gær og fekk viðtöl eins og hann hefði unnið. En hann var að kveðja. Já. Það er kjærlega fyrir sig. Þakkum honum kjærlega fyrir Wimbledon-mótið á fleygiferð núna. Það er frábært að fylgjast með því. Að páranka núna með Dynout og þeir sagði Ingu hverju væri og hverju væri gestirnir. Þá var hann nú ekki lengi að láta sér þetta í hug hvað ætti að gera. Tómas Þóroddsson, þú hefur dregið marga af ótrúlegustu mönnum landsins. Já,
til Selfoss að spila fótbolta Já, og ég ætla að fá þau til að velja svona 5, ég veit ekki hvað við segja, kannski ekki bestu leikmenn en áhugaverðustu gæjana sem að þú hefur dregið hingað á Selfoss og það eru nokkur. þeir eru nokkrir nefnilega. Er þetta ekki rétt munna hjá mér? Erfiðustu gæðum? Já, eða svona erfiðastur, já. Þeir hafa verið nokkrir mjög erfiðir. Tómas, kóttu með númer 5. Herðu, við erum að byrja á Kitta Ken. Númer 5? Já, Kitty kennistir. Já. Dýrasti leikmaður í sögu Selfoss, segja mér mæti menn. Búið uppreiknum, hann er ennþá svo dýrasti. Hann er náttúrulega maðurinn í sjónvarpinu maður sem lýsir núna mörgum af stóru leikjónum og gat hann eitthvað í fótbolta? Hann var góður sögður í Vesturbænum, svo kom hann hingað og mikla vonum bytti við hann stóð sér vel á dansskólanum í Ingól hann náði ekkert lengra. Allavega, hann var hann sóknarmaður eða? Já, við færðum hann í vörnina svo hann gæti ekki skorað. Númer 4. Herðu, 10 ára setna, hann voru búin að gleyma Vesturbænum, náðum í Dabba Birgis. Davíð Birgisson sem var kallaður í Vesturbænum hinn nýju Gummi Ben. Já. Nú erum búin að frétta því, sko. Hver var að kalla hann það? Það var vinnars, svo hann getur orðið jafngóður Gummi Ben, en það gekk ekki alveg eftir. Hilmar Frændars var umbásmaður í honum. Jú. Skrifuðu myndir á Mýmisbar. Það er kannski ekki gott fyrir framhaldið. Nei. Og hann fann hann sig ekki enn á Selfossi? Nei, opaslega skemmtilegur strákur. Já, en gekk ekki alveg eftir. Nei, það er bara svo það er. Í 3. seti, númer 3. Það er Kristján Óli sjálfur. Já, það er höfðingin sjálfur. Já. Þú sóttir hann. Já, sótt hann. Og kannski að hann var á sínum lægsta punkti sem að því að sótt hann. Já. Einhverja íbúð í Kórakverfinu, nýbúið rekan frá Kvöt, Blöndósi, heimabænum. Já. En hann mætti þetta og þið voru bara nált í að fara upp. Já, hann reyndar klúðraði því fyrir austan. Klúðraði vítaspinnu. Já, einmitt í maður. Já, þetta en svo var náttúrulega bara fullt ekki byrt ekki hæft. Já, bara verið líf og fjör í kringum hann. Heldur betur. Númer 2. Herðu, Mikki Nick. Já, náður í hann, já. Ég náði hann. Megin Þorrin eru fyrirvændi Dr. Fútból. Sko, hann hefur vænt að skora eitthvað á sínum frægu hjólastspilum mér á. 2, sko. Það er eiginlega annarkvæmt mark sem hann hefur gert með hjólast. Já. Það var því. Það er rótulegt, sko. En svo maður sá alveg þjálfara hefur líka strax í honum. Hann stóð mikið á miðjupunktinum og skipaður hann fyrir. Við ætla að gera það. Og en fann hann sig á vellinum? Hann átti góða leikinn á milli, sko. Já, sól og blíða og svona. Það geta verið taugan á veðrið eða. Hver er þessi áhugaverðsti sem voru sótt úr bænum? Þeir eru 2. Já, þeir saman á tóknum. Já, komið frá Afríku. Nei! Já, og Bóló. Mínir menn, Fílaspennströndin og Gummi síða á til. Hann er ennþá, er ennþá að hafa samband hvort ég sé með eitthvað lið. Já, ok. Já. Hvað var það sem gerði þá svona áhugaverða? Sko, daginn eftir lendu hennar þá röldur hennar að Rakastofu Björns og Kjartans og spurði hvað Hórhúsi að vera á Selfossi. Það var eðlilegt, sko. Já, hún höfum verið að segja við hann að það væri ekki til staðar eða? Nei, akkurat. Þeir heldur að lægi þá hérna með aðalgötuna. Já, eðlilega. Það lendi bara Björns að Raka útskýra fyrir þeim og það væri ekkert svoleiðis á Íslandi. Já, þetta hefur verið áhugaverð og voru fleiri sögur aðeim eða var það? Það er sögum, sko. Já, við ætlum að henda okkur í Evrópukeppnina. Já, þetta er í Þýskalandi fyrir þá sem ætla að kaupa bjórinn heim. Hvernig maður að kíkja í heimkaup þar sem er afsláttur frá Volt að heimsendingunni. Því stundum breytist heimboðið í partí. Þá þarf eitthvað til að narti og bjórinn með því, rauðvinnið, hvítvinnið. Eitt svakalegasti leikur í sögu 8 úrslita. Þýskaland, Spánn, 2 bestu liðin á EM að mætast. Eða er ekki svo, Guðmundur Bendisson? Jú, sko í það minnsta Spánn finnst mér. Þýskaland vann Skotland í fyrsta leik og það fór allt að stað. Í landinu? Í landinu og þeir voru hins vegar að spila múti að ég held lélegasta liðinu á EM sem voru Skotar og síðan þá finnst mér Þjóðverjar ekki hafa verið
eins samfærandi en þeir eru á heimavilli. Spánn hins vegar finnst mér búið að vera mest samfærandi á öllum liðunum, svona heilt yfir alla leikina, en þetta getur hins vegar farið á gott veginn sko. Þetta eins mest mikið 50-50 leikur. Þetta Jamal á móti Jamal. Já, það alveg þetta orðið þetta þannig. Þetta samt sko, ef ég ætti að velja sigurvegara bara núna í keppni, þá væri það Spánn. Langar eða Spánn vinni þetta hausinn á þér eða hjarta á þér? Þetta meira hausinn, held ég sko. Af hverju heldur Spánn vinni Frakkland, Þýskaland á útivelli? Af því að mér finnst bara Spánn meira samfærandi lið einhvern veginn heldur en Þýskaland í þessari keppni. Þú ert aðeins eldri en ég. Við ólust upp við Spánverjar sem svona hálfgerða lúsera. Þeir duttu alltaf út í 8 lústum eða 16 lústum eða svona alltaf reyndi eitthvað á. Svo kom þetta smá kynslóð sem vann bara allt. Svo einhvern veginn var þetta bara aftur eins og þetta var. Af hverju ætti þessi að vera aftur svona eins og gullkynslóðin? Sko, mér finnst bara einhvern veginn Spánn vera meira lið núna heldur en oft áður. Það svona eins og, þú veist, þeir eru konum með þjálfara sem engin, eða þú veist, sem nobody í þannig sér. Engin veit hver fáir vissu hver hann var áður en að móti byrjaði eitthvað svona, og það hann virðist samt verið búin að búa til svona einhverja liðsheild sem að hefur ekki alltaf verið á Spánverjum, en þú veist, ég segi samt sem áður, þó að ég myndi, ef ég ætti að setja pening á það, þá myndi ég segja Spánn besta lið og mun vinna keppnina, en þú veist, út komin í 8 úrslit, það er ekki nema 1 rautt spjald eða 1 lélegan leik. Spánn á eftir lélega leikinn sinn sem að eiginlega flest lið eiga í svona keppni. Hann getur komið í dag. Sko, þetta ósanngjarnt hérna, Tómas, þegar svona á pappírunum leitið út fyrir svo erfiður riðill, Króatía og Ítalía. En væri fáránlegt að halda þig fram að eitt eftir að testa Spánverjana? Nei, kannski ekki. En þeir eru náttúrulega búin að vera skemmtilegastir og bestir. Við erum náttúrulega síðan margótt áður að Sórislið var ekki alla leið. Við finnst eftir í 82 þegar Brasilía var langsamlega besta lið. Við finnst það einhvern smá í kortunum að Þýskaland sé var að slá út. Við finnst það ekta Þýskaland líka. En það ekki eitthvað svo sorglegt að annað þessu liðin þurfa að dutta eftir út og sérstaklega var Spánn eftir út af því að þú veist, þetta lið sem að vill að fólk muni eftir út með 16 ára strák sem aðal maðurinn í liðinu. Svo ertu með Williams á hinum kantinum og þú ert með Alvaro Morata og svo ertu með Rodri sem kannski bestur í heimi í sinni stöðu. Svo Baskin í þér, þú ert náttúrulega Baski. Baski. Já, það náttúrulega útskýrið þetta dökka yfirliti við þér þú heldur með Spáni? Ég hálfgerð mella í þessu sko. Ég flakka svolítið á milli. Já, bara vel svolítið eftir Arsenal-mönnum. Ok, tölum þá það, Gumi. Hinn blóðlitli Kai Havertz náttúrulega búin að vera að komast þarna í einhver færi og klúðraði, en hann hefur skorað vítapunkturum. Hvað myndir þú gera ef þú ferð aftur og setur á þig þjálfara hattinn? Hvað myndir þú hafa hann eða fullkók? Ég myndi halda mig við Kai Havertz. Ástæðan svo, fyrst og fremst, ekki að því að mér finnst Kai Havertz vera bara óumdeildur að hann að byrja, heldur að óumdeilt fyrir mér að fullkrúk sturlaður þegar hann kemur inn á. Þegar þjóðir að þurfa á honum að halda, þá kemur hann og hann kemur með impact í það og þú veist, og Havertz mun ég held að skora í dag, jafnvel en hinn svo ef þú setur Havertz inn á þá far ekki neitt. En þú munt fá eitthvað frá fullkrúk. Sko, eins og nú fór Leroy Sané í liðið á kostnað Florian Wirtz. Hvað mynd þú gera? Ekki sko mér finnst Florian Wirtz vera bara þreyttur. Mér fannst það í síðustu leikjónum með Leverkusen og mér finnst í þessum leikjum þó að hann hafi skorað þannig í þú veist, fyrsta markið og allt þetta að þá finnst mér finnst vanta eitthvað power í hann. Mér finnst bara eins og hann sé hálf bensilus. Bara þreyttur eftir langt tímabil hjá Leverkusen. Ég bara eins og ég segi hausinn á mig segi Þýskaland þú veist, ég vona eiginlega Spánn vinna því minnst þetta lið við þurfum að muna eftir þessu liði því að það gleymist bara ef það dett út í þessu áttalegustum en ég bara af því að þetta eru reynslulitli leikmenn og einhvern veginn þjóðverðir á heimavalli leikunum fer fram í Stuttgart ekki það skiptir kannski öllu máli en bara það þú heldur með báðum já það aðeins erfitt með þjálfara Þýskalands líka Nagelsmann það var rembast eða ástæðan fyrst og fremst svo að ég fór með Albert til Hoffenheim árið
þegar Albert 15 ára eða eitthvað til reynslu á Hoffenheim og hann æfir með 18 ára liði Hoffenheim sem að Nagelsmann að þjálfa og ég hérna í viku með Alberti á öllum æfingum og Nagelsmann var alltaf með á æfingunum og æfingarna voru 2 til 3 tímar þannig til að hann vann þetta var í alvöru þannig Þetta verður svo Willum þetta var nákvæmlega eins og Willum en þarna varstu með að þú varst með lið í Þýskalandi stórt lið þannig séð og þjálfarinn hjá í raun og veru aldursflokknum sem að fer upp síðan í aðlið hann var bara með á æfingu þú veist að hann þurfti að hætta út af meiðslum en þarna sá hann tækifæri þess að láta þessi skína Við höldum áfram þetta verður einhver svakalegasti leikur sem við séð á þessum staði í keppninni við skulum halda áfram það þarf ekki að koma neinum á óvart að Tómas minn, hann lyktar vel það bossilmurinn frá vængmanni sem ég veit að þú berður mikla virðingu fyrir Sigmundi Kristjánssoni hann er maðurinn bak við hann það er Simmi sér bossilminn sem hefur verið slegið gegn Frakkland, Portúgal höfumættarheinustrákar Cristiano Ronaldo er ekki aukaleikari í öllum bíómyndum sem hann tekur þátt í er hann aðaleikari og Tómas, ég veit að þú brotnaði líka niður þegar hann grét og ég gerði það líka komið þín viðbrögð við tárunum Sko ég náði að halda aftur að mér við að sjá tárin hans en þegar ég sá mömmans gráta þá misti ég kúlið ég var að viðkynna það Sko, við erum átt okkur að því að portúgalsku fótbolti var ekki fullnum fiskur fyrir að hann mætur á sveið þeir eru aldrei, þú veist, og svo bara strax á fyrsta ári fyrir að með á Úslandsleik á EM 2004 En Eusebio, já, en beina hvað gerir portúgalska landslið í honum? 2004 spilaði hann einn leik eða ekki? Nei, hann spilaði alla leikina Spilaði hann alla? Já skoraði fyrsta leiknum og byrjaði úrslitaleikinn skoraði 1 mark þá ég veit ekki hvort 1 eða 2 hvað það var allan hann er markaðasti leikmaður í EM frá upphafi hann er auðvitað maður sem kemur já, ég myndi segja hann en hann kemur Portúgal á kortið heimskort fótboltans margir hafa verið að segja já, hann er svo millusteinn portúgalska liðið það er rosalega auðvelt þú ert ekki Roberto Martínez að segja mér að vera ekki með hann í liðinu hann er líka uppáhaldsleikmaður allra leikmannana í liðinu hvernig höndlar maður þetta Ronaldo dæmi? Sko ég held að Roberto Martínez sé að höndla þetta eins vel eins og hægt er af því að ef þú ætlar ekki að hafa Cristiano Ronaldo í liðinu þá ætlar ekki að velja hann í hópin ég held að þú hafi ekkert upp á sig að hafa hann eða ef hann er að sitja á bekknum þannig að ég held að þú verður bara standa við það, þú valdir hann í hópin af því að þú ætlar að spila honum og hann mun þú veist, ég er hissaðið ekki í dag hann mun á einhverju tímapunkti sjá til þess að Portúgal fer yfir einhverja hæð í þessu móti og það þarf að vera í dag sko ég sé hann leik fyrir mér þannig að Portúgal spili hægt og svo komið eitthvað 1 breyk frá Frökkum og 1-0 það er bara svona eins og ég sé leikin hausnum á mér ég sé Cristiano Ronaldo jafna út frá því og við förum í framlýningu vörnina, ég sé það ekki sko, strákar, þegar við báðum verið 39 ára ég er búin með það sko þú spilar 120 mínútur á mánuði og ég meina hann er náttúrulega kannski alltaf á fullu í leiknum en það er sama 120 mínútur og leikur á fösti meina, væri eitthvað að því að setja hann á bekkin og segja bara, herru, þú kemur inn eftir klukktíma já, þú værir í vandræðum með bara liðið þitt og allt það eina sem yrði skrifað og talað í dag væri þá Cristiano Ronaldo verður ekki alltaf samt þannig jú, en þú veist, það er minna ef hann er í liðinu og ég held að Martínez muni hafa hann í liðinu þetta er ekkert eðlilegt 39 ára kvikindi sko. Nei. Hann er klár í að spila þennan leik og næsta og úrslit ef að út í það er ferið þannig að ég hef engar áhyggjur á líkamlu formið að atgerfi Cristiano Ronaldo þó hann sé 39 ára hann mun ná að spara sig í þessum leik til að finna einhverju orku til að ég held, veistu,
Ég held það ekki, ég veit hann skorar í dag sko. Það er í og rosa. hér var ánaður Já, ég var bara ánægður að heyra, já, ég var ánægður að heyra þetta. Ég meina, Cristiano Ronaldo, þú veist, ef hann væri ekki hérna, þá verður kannski margir strókum ekki dag á fótboltæði yfir höfuð. Hann á einhverja gauri sem að hefur verið sem þeirra var litið upp til. Hann áblæð maður sem býr til þennan stóra samning við Nike sem að portugalska sambandið fær. Hann áblæð hann lið innan liðs. Ef þú fær bara Instagram og ber þann saman við portugalska landslið. Hann þjóð innan þjóðar. Hann þjóð innan þjóðar og það fullt að lið sem myndi ekki halda. Ég held sko eins og í Bretlandi, við erum svo influencer af Bretum að hann var aldrei vinsæll í Bretlandi. En annars staðar í heiminum hann hrottalega vinsæll. Það bara Bretinn sem lítill gagvart Ronaldo og hefur svo sem verið lítill gagvart einum og þessum meðal hans okkar Íslendingum. Frakkarnir verið flatir en samt eru vondalið í keppninni. Já, þeir eru svolítið einmitt þannig. Þetta er frábært lið þannig séð og frábær leikmannahópur en ég man samt ekki eftir því þráttur að þeir hafi ekkert alltaf verið skemmtilegir. Mér finnst þeir nánast aldrei undir Deschamps hafa verið eins leiðilegir eins og eru núna. Já. Mér finnst bara, en það er afrek með þessar leikmenn. Ég myndi að vera með allar þessar leikmenn og geta að spila leiðilega hópa. Já, það er afrek og hérna, ég hef alltaf svona verið aðeins veikur fyrir Frökkum. Maður einhvern veginn bara, 84 frá Platini var þarna á þetta, þá maður alltaf verið svona smá. Henry, Vieira og Pires og þeir. Já, Arsenal en þá hef ég alltaf verið aðeins veikur fyrir þeim en ég er alveg laus við að vera veikur fyrir þeim í þessari keppni. Ég er því miður að segja ykkur það að þeir að fara að vinna að leika 1-0. Þeir gætu gert það sko en ég er samt það myndi aðeins pyrra mig að þeir vinna að leika 1-0. Sko, Tómas, þú talaður á Facebook-síðu þinni fyrir vikunni að Saudi-leikmennir hafi kannski verið þeir leikmenn sem hafa komið mest óvart. Já. Er þetta lokuð Facebook-síða sem þú með? Hvað veldur því að Saudi-leikmennir að koma svona feskið til eða segir okkur þetta, það er alveg fótbolti í Saudi? Ertu með eitthvað gögn að baka þetta? Nei, bara Facebook-síðu þínu. Við erum að horfa einn góla kanti blómstra, við erum að horfa Amerikla port blómstra, við erum að sjá Ronaldo slá nýtt met í hverjum leik. Við erum að fá frábæra framistöður. Og svo þetta Demiral hérna hjá Tyrkjum skjóraði 2. Er ekki bara Saudi-deildin að vera eins og besta? Já, þú segð þú mér. Það fá að koma aftur í þarna þín þá held ég að sé að réttur leið. Það voru bara serbarnir sem að serbarnir í Saudi voru einu sem að skildu. Já, og júkarnir, það var hann var ekkit sérstaklega Brozovic, en svo við þekkjum hann hvað hann er góður í Inter, eða var góður í Inter segirðu, hann var ekki alveg eins góður nú, aðeins búin að gefa eftir. Mikilvægasta tækið yfir EM er sjónvarpið Sony í Origo. Nú komið 98 tómu tæki fyrir vandláta. Tekur allan vegginn hjá þér og þá ertu með eitthvað til þess að monta það af á eigin heimavelli. Gjörðu svo vel, hér er sjónvarpið mitt. England, Sviss á morgun. Einhverjir að tala það að Gareth Southgate ætla að fara í 3 manna vörn. Esri Konsa sagður koma inn fyrir Marco Ehi og svo hefur verið að ræða að í vingbaknum getur verið Esi og þú veist, það er svona alls konar pælingar. En verður ekki að ræða fílana 2 í stofunni, Declan Rice og Bukayo Saka, Guðmundur? Við getum rætt þá, en þeir labba hérna og einhvern veginn þeir hafa sloppið alltaf gagnrýni. Ég hræddur að þeir séu ekki stóra vandamálið í þessu og væri það ekki bara eftir því að England myndi fara alla leið núna þegar að allt er í volli og þeir eru með Declan, þeir eru með Saka og þú veist, sem er ekki að standa sig eiga þá inni í raun og veru en sko eins og þeir eru búin að leiðilegir og þú veist, ég vil ekki sjá þær vinna þetta mót með hvernig þeir eru búin að spila en það kemur samt ekkert óvart, þú veist, þetta er enn eitt liði sem að gæti verið bara einhvern veginn að þröngva sér alla leið. Sko, litli minn sagði bara, Englandur liðlegir eða, ég sagði, heyrðu, hvað er talum það? Voru að skora hjólastaspyrnu hérna í leiknum áðan, sko. Þú veist, þetta maður hefði lifað á þessu út mánuðin, hérna, bara eins og mækarinn, sko. En, ég meina,
þú getur ekki tekið Harry Kane út úr liðinu, þú getur ekki tekið hérna Jude Bellingham út úr liðinu, það fæst engum Jude Bellingham jafn góður eins og Jude Bellingham, skilur hvert ég að fara, hann bara ofurtrú og það fleitur honum ótrúlega langt. Sko, ætlar að taka fótinn úr liðinu, ætlar að taka Saka úr liðinu eða hvað ekki, ætlar að taka Kobe Mainu úr liðinu? Já, hann gæti gert það, af því að það er auðveldast. Á ég segi hvað ég held að hann geri, ég held að hann taki Trippier úr liðinu, seti Trent vinstramegin og Trent leipur hann á miðsvæðið í hvað með Luke Shaw, hvernig ætlar hann að vera klár bara í úrslitaleiknum með það? Já, hann sýndi það síðast að hann er úrslitaleiki maður, skoraði, reyndar þá. Hann er svona úrslitaleiki kall, en er ekki bara komin tíma á hann? Já, ég bara þú veist, því að hann átti að sitja á blaðamannafundi núna á dögunum og því var ákveð að hætta við það, ég gef mér það að hann sé bara ekki alveg 100% sko. Ég vil fá hann inn. Já, ég held að myndi gefa mikið að fá Sviss með hörku lið, þetta lúkar eitthvað svo smurt með Freuler og Granit Xhaka. Nákvæmlega. Þannig að sérðu Sviss stakka á? Nei, ég held að England vinni. Já. Þetta er 2-1 sigur England, held ég. Sko, þú eru sterkar sko, já, það var áhugaverð úrslit, þú er sterkar skoðan á markvörðum, Guðmundur. Heldur betur. Horfum mikið á ítalska boltan. Jan Sommer, er hann topp 5 markmaður í heiminum? Nei. Hann finnst ekki góður markmaður? Jú, mér finnst hann fínn markmaður. Og lítill fyrir þig? Nei, það er engin og lítill fyrir mig, sko. Ég réttnaði upp úr skónum, þannig að ég ætla ekki að fullira eitthvað sem er lítið fyrir mig. En mér, þú veist, Jan Sommer er, þú veist, mér finnst hann er óbúslega stabíl bara markmaður. Mér finnst hann bara frá, þú veist, já. Og hérna, ég ætla ekki að setja hann í topp 5 í heiminum, en bara markmaður sem ég myndi taka, ef ég verið með lið, þá myndi ég alltaf setja mig við það að hafa Jan Sommer í markinu, en ég er líklega með 5 á undan. Ég var svona, kannski var þetta pínu íkt, en hann er allavega óbúslega solid markmaður og veist nákvæmlega hvað þú fær frá honum. Þeir keyptu markmann Genoa í gær, Inter. Já. Martínez. Þeir keyptu hann frá Genoa, Inter og hérna. Sem ekki svona backup. Já, það er samt búið að vera í allt sumar, eru búin að sögursækna það að Inzaghi sé ekki fullkomlega sáttur við Sommer og hvort hann sé backup, ég er eiginlega svolítið hræddur fyrir hönd Sommer að þeir sé að taka markmann til þess að vera markmann nummer 1. Já, hann er líka náttúrulega orðin fullorðinn, hvað 35-6 ára gamall kallinn, en leikur Englands og Sviss klukkan 4 á morgun. Færum okkur úr þessum leik og yfir í þann síðasta. Doktorfútból sér sælgætið, sér líka snakkið, Pringles einu sinni poppað, það verður ekki hægt og það þekki nú Tómas. Hann hefur nú opnað nokkrar Pringles og þeir hafa verið kláraðir. Já. Og skammast þín ekkert fyrir það? Alls ekki, sko. Nei. Hvort sem hann rauður, blár eða grænn, þeir eru kláraðir. Pringlesinn, Holland mætir Tyrkjum. Sáum litlu flugvélina átkótsa Ralf Rangnick á dögunum. Hann bauð Rangnick, sagði, verður með boltan, sjáum hvað gerist. Og litla flugvélin flög lágflug Leipzig og tryggði Erdogan og fólkinu hans glæsilegan sigur. En er ekki Holland bara alltaf góði fyrir Tyrkina? Jó. Ég held að. Þráttur að Holland séu ekkit rosalega góðir, þá eru þeir, held ég, of góðir fyrir Tyrkina núna. Tyrkinir eru, ég held að sé búið að vera bara þjóðhátíð í Tyrklandi frá þeir unnu þennan leik í 16. úrslitunum og Erdogan er að mæta. Já, hann er kominn til Þýskalands, þannig að ég er hræddur að þetta hefur verið toppurinn hjá Tyrkjónum, en ég er mikill Montella maður. Voru við ekki saman í Fulham þegar Montella var að koma til Fulham? Nei, ég held að þú hefur verið með Sessi Júl. Nei, ég var ekki með Sessi Júl. Sælar. Þá var ég í heiðustúkunni, timburstúkunni þannig í hotninu, sem er heiðustúkan hjá Fulham. Ekki mjög fancy eitthvað dæmi, en þá satt hann við hliðan okkur af því að hann var nýbúinn að skrifa undir og hérna, ég hef alltaf verið mikill Montella maður hjá Róma, geggjaður. Heldur betur. Sko, komið, þú hefur alltaf lesið hollensku blöðin. Jú. Ég meina Memphis Depay,
bara maðurinn hans Ronald Koeman, eins ólíkir og þeir tveir einhvern veginn að Koeman tæki eitthvað ástfóstur með Memphis Depay af hverju notar ekki hennar Sirksi? Það enda frábær spurning. Það virðist hreinlega bara vera eitthvað held ég. Sirksi svona virkar voða lúsgæi sem að Memphis líka. Ég held þessi svona svipað týpur bara svona í lífinu. Það svona chillaður og töffara lapp eitthvað. Já. En Memphis bara búin að þegar koma með hollenska landsliðið hérna áður en hann fór til Barcelona þetta, þá var Memphis sturlaður fyrir hann í hollenska landsliðinu. Já. Og hann hefur bara ákveðið að halda áfram ástfóstri við Memphis, þó að Memphis sé svona einhvern veginn ég veit ekki mér finnst hann óbúslega fínn í liðinu hann alveg liðsmaður finnst mér í hollenska liðinu en það vantar bara svona Myndirðu spila Wout frekar? Nei, hann impact gæi, sko, bara fullkrúk gæi sem á bara að koma inn á þú veist, hann getur ekki byrjað leiki hann á ekki að byrja leiki, hann kemur inn á þegar Holland þarf árum að halda og hann mun delivera þá, sko. Tómas, þú væntanlega spila vörð tölvert á þeirra nefi, af hverju eiga Hollendingar svona mikið af frábærum varnarmönnum? Ef við bara skoðum þetta er besti varnarmaðurinn í Englandi, besti varnarmaðurinn á Ítalíu, besti varnarmaðurinn, þú veist einn af þeim bestu í Þýskalandi, þú veist, þeir eiga bara bestu varnarmenn út af Sven Botman ekki eins og í hóp, þú veist, þeir eiga ágreiða svona marga sem nefnilega frábær spurning af því að það alltaf talað að hollenska deildin það sé ekki spilu vörð einmitt, góður nákvæmlega þetta er aðtækksvært ég meina Mikki Van de Ven, við erum að horfa hann í enska boltan og við bara, hann á ekki breyk hraðasti leikmaðurinn í ensku úrslit af hverju eru þeir svona góður í vörð, Tommy? Veist það ekki? Jú, hollenska sambandi sko, það er eitt ég ætla að loka þessu einu hérna, ég veist að því að þú veist, Hakan sem okkur kemur inn, það verður stórt fyrir Tyrkina og alltaf og ég held með Tyrkjum í þessu reggi, ég held alltaf með þeim það er stutt í Tyrkjana það er mjög stutt í Tyrkjana mér en það er áhugavert að hjá Hollandi það er eitt konsept Jesú það mjög mikilvægur og hvaðan kemur ég sé þetta sérstaklega með þeldökra leikmanna innan hérna hollenska Memphis Cody Gapgo nánast bara eins og prestur þú veist hvað, hefur þetta alltaf verið svona í Hollandi? Nei, ég man ekki eftir því allavega og ég var ekkert sérstaklega mikið varið við þetta þar til á HM þegar Cody Gapgo skoraði mörki sín á HM síðast þá var það allt Jesú að þakka og hann ennþá þannig í dag þetta mestmegnis Jesú að þakka ekki liðsfélögunum eða honum sjálfum þetta bara ég held ég að sé tjeni bara þeir eru að biðja mikið saman og það er mikið þetta er svona mjög ábyrrandi í kringum hollenska og ég hef samt tekið eftir þessu að margir góðir fótboltamenn svo þú var ekki hátt með það eru trúar Timber sem var eitt besti varnarmaður heimi hann veitnar í biblíun var hvað eftir annars sko ég ætlaði að gera daginn, ég skrifaði Jóhannes 3:16 svo segi bara mikið ég segi nei, það var þegar hann fórnaði enga sínum og það er svona það er mitt vers ég setja inn á eftir Jóhannes 3:16 þetta gera bráður í mér í glas ég skrif undir þetta en þetta er áhört ég er bara að vera að skoða fjölmenn og það er bara endalausar bænastundir hjá okkar mönnum ég man ekki eftir að Rækard Gullit nei og þessi gæjar hafi vitnað svona oft í þennan fyrir ofan já, þetta er nefnilega, mér finnst þetta bara pínu áhugavert hvað kengur þarna og hérna það er bara eins og það förum hingað ert þú launamaður þá hefur það gott því að þá getur fengir í glasa á 50 dögum og mætt þunnur í vinnuna og bara tórað en Dóttarfútból þarf alltaf að vera sjarp alltaf á tánum ef þú ert launamaður þá áttu rétt á viðbótar lífeyrissparnaði og við mælum að sjálfsögðu með lífeyrissjóðu Vestlurmanna live.is þeir fara yfir hvað við gesta á þessum degi og á þessum degi 5. júlí árið 1980 vann Björn Borg sitt 5. Wimbledon-mót í röð ástæðan fyrir að ég er að minnast á þetta er svo að ég vil að allir sjái myndina Borg vs. McEnroe
þar sem að Íslendingurinn Sverrir Guðnason leikur Björn Borg og mér finnst ótrúlega hvað þessi mynd hefur flogið undir radarinn því að hann fullkominn sem Björn Borg og merkilegur náungi Björn Borg og það var sagt Björn Borg að þegar hann byrjar að tapa þá mun hann aldrei geta snúið við þegar hann mun ekki höndla og það nákvæmlega sem gerist Björn Borg byrjaði að tapa allt fór til helvítis má vera með auðlýsingu við það já Björn Borg, nærfötin já þetta eina sem ég kaupi það nú, ég enda að kaupa það líka en ég held að sé líka út af einhver svona affection við hann hann einhvern veginn en sko talandi John McEnroe hins vegar hann starfsmaður BBC á Wimbledon og hann geggjaður hann kóari sko í lýsingunum og síðan hann sérfræðingur svona af og til inn á milli ég elska hlusta hann að gæja já, hann frábær og það hefði verið ágætt ef að svona Hawkeye hefði verið til þegar hann var því að hálfu leikirnum fór alltaf við að rífast hvort það inni eða ekki inni já, meðan að hausinn á flestum á EM þá það bygginguvörðuslun Kópó sem elskar Copa America gefa lítið fyrir Evrópukeppnina en eru eingöngu nánast í Copa America og eflaust þetta að finna eitthvað frá Suður Ameríku á smiðjuveginum eða hvar sem að þín uppáhalds bíkó-verslun drengir þessir erfiðleikar Lionel Messi þeir halda áfram og í nótt þá fór vítaspyrna upp í rjáfur en Emi Martínez the baddest man alive var þarna til að bjarga honum hann þinn uppáhaldsmarkmaður hvar hann? Númer 1 já. Númer 1 já, mér finnst hann algjör bara að komast í návíð við hann að HM að vera á vellinum og allt svona og sjá geðbiluna og hvað var í gangi það var stórkostlegt og það svo sem engin tilvíðuna eftir að hann kom í markið þarna og átt ykkur af því þegar við fórum á HM 2018 þá var hann að Caballero í markin Willi Caballero var aðalmarkmaður Argentínu Willi Varamaður já, Willi Varamaður ég meina, þetta var í tóma tjóni af einhver Franco Armani datt í markið og eitthvað svona bull svo bara kemur þessi gaur full mótaður sem Wenger bjóð til sem Wengerinn bjóð til Argentína fór eins og áfram í nótt eftir vítaspyrnukeppni þetta var ekki verið en það Messi klúðraði í vítaspyrnukeppni en þeir fóru vissulega áfram og þetta var ekki verra en það hafið eitthvað náðað nú veit ég að þeir eru báðir frekar svona kvöldsvæfir menn en hafið eitthvað náðu að fylgjast með já, ég er búin að sjá ég ætla að segja 3 leiki í riðlakeppni horfði á óbúslega áhugaverðan leik daginn Chile eitthvað þetta sko ég til í að taka þetta all-in núna þegar við komum í úrsláttarkeppnina en þetta aðeins þú veist Bandaríkin já hvenær ætla þeir að læra bara fótbolta já, þeir einn daginn munu þeir gera það heldur þú það? Já, við erum að segja þetta núna í 30 ár einn daginn, þetta svo fjölmenn þjóð og þetta bara tímaspilsmál nei, þeir eru ennþá sorglegir já, en þeir tóku yfir eins og kvennafótboltan á fitnessi þeir hlaupa bara yfir í hinnar en já, það var gaman að sjá það og þetta þarna út kostum við pókadómi já, Venezuela og Kanada Kólumbía, Panama og Uruguay, Brasilia sem alvöru leikur í 8. úrslitum sko, við erum allir múin að fylgjast með fótbolta lengi ég ætla að leiða mér að segja að þetta sem mest óspennandi brasilíska landslið frá því að við vorum síðan 1990 þá var aðalgæðin í brasilíska landsliðinu Müller frá Torino Romario var ekki eins og valin í liðið og þú ert ekki einn þessa skoðun ég meina við erum að sjá risa stjörnur fyrirhandi leikmenn sem að bara eru að hafna því að horfa á brasilíska landslið af því að þeim finnst þetta svo óspennandi lið já, það nefnilega Ronaldinho af öllum sko. sem frekar svona diplogæi yfirleitt sko í öllum svörum hann frekar kátur já, hann það já, það bara þannig sko fara aðeins í boltan hans boltan okkar og lambið okkar við erum minna á það að heiðalambið frá Kjarnafæði aðeins dýrara en venjulegt lamb það af því að það lengur á heiðinni og að bíta villt grasið og lyngið
þannig að þeir sem ætla að bá sér heiðalamb, já, en mér finnst það þess virði, það er betra og þarf að vera styttra á grillinu því gæðin eru mikil, tróndi gæði undanúrslitin í byggarnum eru búin, þar sem að Víkingar eru komnir í úrslit enn eitt árið þetta er magnað. Ég ætla að skamma Arnar Gunnlaugsson þegar ég hitt hann næst þegar hann var svona reiður út í dómaran hann þarf að slaka þess á sáu þau þetta, það var eitthvað smá tæklingan eitthvað úti og hann brotti á Helga út á vinstri kanti, Víkingar fóru samt í sókn, fengu færi Stjarnan hóf beint í sókn hinum megin og fekk frábært færi ef mann rétt líka og hann trilltist Já, ég þarf að róa hann eins Já, ég vill ekki að við róum hann því að Arnar er ekki allavega í dag finnst mér hann er ekki þó hann sé reiður með ákvörðunir hann er ekki dónalugur Nei, ég voru ekki Nei, það er, en mér er svona fullmikið við vorum með rétta mann líka á milli varamannabekkana, Pétur Guðmundsson var 4. dómari og það er einhver sem ræðu við menn sem eru ræðir passjón og eitthvað svona á varamannabekkjunum, þá er það Pétur þannig að það var gott val Ég var aðeins að, ég fór á Jú Óterja í síðustu nei á þriðjudaginn, hitti þar Matthías Rósinörn markvörð, þetta er mest confident markmaður sem ég hitt lengi, mér bara leist vel á að bara tala við hann var bara að segja mér bara hvað hann var góður og hann var besti markmaður í Íslandi og hann þyrfti bara að fá tækifæri til að sjá það, til að sína fyrir leikur sem hann átti og svo kom vítaspyrnukeppni og hann mætti heitur í hana hann var samt bara nálægt að vera eina vítaspyrnu það var frá Daniel Þetta voru góðu víti Þetta voru frábæð víti en það var eina skipt sem fór í rétt horn var Daniel Djurits en ég ætla að segja það við höfum hrósað Árna í mjög mörg ár spyrnur sínar ég hef aldrei séð svona spyrnur eins og hjá Rósinort hann sparkar lengra en allir í dildinni allir að fulli það hann setur hann á miðjan vallarhelming anstæðingana smellir hann út og kant þangað eins og ekkert sé hann heillaði með þessi náttúrulega við sáum hann í Keflavík maður var svo erfitt að dæmi Keflavík því að þetta var bara einhver skotríð þarna blitzkrík á Keflavík brjálaði vindur þannig að við sáum hann ekki alveg en Víkingar unnu þetta í vítaspyrnukeppni Ingvar Jónsson var hetjara hann kom hann að timmin, ég var þarna á hliðina á markinu Hjörvar, ertu með eitthvað tips? Ég sagði hann, ég má ekki segja ég er í ríkisjónvarpi Nú ætla ég að leiðrétta Hjörvar Hafliðarsson Ég var í stúkunni á þessum leik og Ingvar eftir, ég held að var það eftir fyrsta vítið þeir skora Stjarnan og Ingvar, mér fannst það reynda að fara ótrúlega langt því að þú þarft að vera ákveðna fjarlæði frá markinu þegar næsta vítið tekið en mér fannst hann fara ótrúlega langt hann fór mjög nálægt ykkur sem voru í horninu að vinna fyrir RÚV en ég sá hins vegar Hjör taka sprett af til þess að segja honum eitthvað ég var að velta þessu fyrir mér í stúkunni því ég horfði á þetta hvað í anskotanum er Hjörinn að fara að segja honum núna alltaf velja hægri hann kom hann á ég held að hann hafi ekki spurt þér ráð ég held að gefa hann ráð vann hann ekki í vitringin þá er sagan góð höfum bara það sko var feimin að spyrja hann hann allavega manni sem keppni og hann náttúrulega Ingvar Jónsson er heilt yfir besti markmaðurinn á Íslandi ég held að sé svo sem ekkit einhver blöðum það Káa vann Val á dögurum og Arnar Sveinn Geirsson sagði að þetta er hvorki skemmtilegt nýja að skila úrslitum hvað er þetta þá? Hvað er þetta þá? Er þetta eitthvað lag? Ég veit ekki en alltaf þú veist, kultúrbarnið allavega gaggrindi varslið en það er klálega gríðarlega vonbrigði að Valur sé ekki að fara í bikarúrslit Valur er búið að setja saman leikmannahóp sem að ég ætla bara að segja á að vera í bikarúrslitum og á að vera bara brjálari keppnum að vinna Íslandsmótið þeir eru aðeins og langt frá Víkingum eins og staðinu núna og þeir eru fallnir út í bikar sem að hljóta að vera gríðarlega vonbrigði á Hlíðarenda
en ég held að það sé ekki að fara að gera samt Nei, þar. ég held ekki að sé gjöf svona óþólandi fyrir Arnar í hvert skipt sem hann tapar leika ekki í jafntefli og alltaf eitthvað verið að ræða hans stöðu sko, ég veit ekki hvort að hann seti saman en hóp, þetta er hann mjög fullorinn hópur allt of fullorinn hann er það og hérna, það, þú veist, menn mér líka að líta eigin barm sem á að setja hann hóp saman því að ég er ekki viss þetta sé allt komið frá Arnari það er auðvitað líka þannig að sko, Arnar á mikið af vinum sem er að fjalla íslenska fótbolta það er svo sem fer ekki fram hjá einum og það getur hjálpað þú veist, ég man eftir bara að þau komið að þegar við getum hleyjaði núna 14 árum setna að þú varst nýlið með Selfossi og byrjaði ágætlega svo kom vondur kapli og svo náðu ykkur aftur baka ég man eftir að Andri Martinsson var með Hauka á saman tíma og við vorum alltaf einhvern veginn að veltaði fyrir hvort þetta bara Haukar eftir skiptum þjálfara en ég bara svona ef það átti að fara að ræða Selfoss þá skeiði nei, slökkum það alveg bara hérna á 0-1 og þessi tengslanet inn í fjölmiðla skipta að ég held stundum smá eða þú veist ekki að Selfissingar voru einhvern tíðan að fara að skipta þjálfara eða neitt slíkt eða allavega ekki mín tilfinning en veit ég hvert ég er að fara Já, en þú veist ég held samt að þetta hafi ekki nein áhrif á þá sem stjórna félugum umfjöllum í fjölmiðlum Nei eða þú veist, við talum ekki börk þetta verður ekki áhrif á börk hvað menn er að segja einhverstaðar í fjölmiðlum eða hlaðvarpi, sjónvarpi eða hvað það er varandi stöðu Arnars held ég. Nei, ég er svo sem ekki að taka Arnar eitthvað sérstaklega því ég held að Arnar sé alveg tryggur í starfi ég er bara að tala bara svona líka, sko. En þú veist en við gefum ákvæmlega meiri slaka en þú veist, að því maður kannski ég þekki Gumma, ég er ekki fara að segja að þetta veist hvert ég er að fara veist, en ég hef reyndar aldrei skilið það þú veist, ég hef búin að vera lengi þú veist, ég hef aldrei skilið það þeir sem er að tala að eigi að reka einhvern eða eitthvað, þú veist en ef bara liðið er bara einhverju endastöðu bara einhverju algjöru rugli Já, en þú veist, hvenar veit einhver á baku mikrofón eða hann sér bara hvernig hvað er frétta bara úrslitinn og framistöður og annað slíkt Mér finnst bara ótrúlega skrítið að fullir að það að einhver er að missa vinnuna veist, þetta er það sem ég gera, þetta er vinna þeirra ok, ég ætla bara að taka sem dæmi Pétur Pétursson 2001 Já. Þú veist, við sá bara hvernig liðið var að spila og það voru hver tapleikur og þú veist, þeir voru Íslandsmeistarar og það kom mér ekkit óvart að skeri skiptum hérna, Nei, þú veist, það kemur ekkit á óvart ef það er gert en mér finnst bara skrítið þegar að fjölmiðlar eða einhverjir er að tala um það að þeir eru að skipta, þeir eru að reka eða þú veist, einhver aðili fullir það er að reka einhvern þú veist, mér finnst það bara rámt í alvöru tala og ég man ekki til þess og ég vona ég hef aldrei sagt einhverstað að því að mér finnst það bara rámt, þú veist, þetta er vinna þeirra að missa vinnuna er ekkert og veist það, á Íslandi ég held að sé hvergi verri staður heldur en á Íslandi að missa vinnuna sem þjálfari og þú veist, fyrir utan þú út á einhverjum skítasamning og þú veist, það er að segja hann upp á, þú veist, 3 mánaða fresti eða eitthvað þú getur ekki verið á launum bara í 3 ári í viðbóti eða eitthvað sko en það er samt hlutverk okkar í fjölmiðlum og þú veist, þjálfarastarfi er öðruvísi en allt annað og þetta er ekki eins og við séum að kalla eftir í að hérna kokkurinn á krúsinu nei, eitthvað slíkt en það er hann geggjaður en bara, ég bara segja að þetta er auðvitað áhugavert og hérna en ég vona svo innilega að menn sé ekki að fara að skipta þarna því að það er margt annað að því að Val heldur en hérna þjálfarinn og ég held kannski að samsetning leikmannahópsins sín og kannski stóra vandamáli sem er mjög fullorinn Gumi, þú maður tippa þess á leikina hérna með lengjunni og ég verð hins vegar að segja reitt ég elska þú kemur óvart og þú komst mér heldur betur óvart þegar þú mættir í sturtu með lengju sápuna ég hugsaði með mér að Einar Njálsson hefur eitthvað samfæringarkraft sem engin annar maður í heiminum sko, fyrir 10 árum síðan Gumi, þú greinlega farin að vera eitthvað aðeins léttar en þú varst ég hefði ekki getað skrifa þá ávísun sem að ég hefði getað fengið til þess að hvað er málið með hennar nýja afslappaða Guðmund Benediktsson sem að þetta hefði hann aldrei á þessi rödd hann er bara alltaf ekki bara eldri og meira sama ég held að það sé kannski svarið en ég get samt sagt þetta að ég vissi hvað ég var að fara að gera 3 dögum áður en
Já, ég meina, þetta var tekið. það hefði ekkert verið gott 300 dagar eða eitthvað. Jú, það hefði verið betra. Ég hef farið á einhvern djúskúr og eitthvað svona, kannski Það er enginn að pæla í því. en ég alveg tala, þetta var bara ég bara, sko og ég, Einar rættið ekki eins og við mig, ég held að hann ekki þora að ræða við mig, því að það var bara NM auglýsingastofa sem að bara hafði samband bara 3 dögum áður og sagði bara, heyrðu, við þurfum að gera það núna og hvað erum við að fara að gera? Þú veist, ég er búin að sitja upp á þvottavél og ég er búin að gera alls konar lengjuna, en þarna bara þeir komur óvart, ég verið að viðkynna það og ég sagði bara, what the fuck. Já, vel gett, ég skal viðkynna það er ekki oft þögn á mínu heimili, en þegar ég þessi úr sem kemur nei, þegar ég sá þetta í fyrsta skipti, ég bara, býtu, hvað er ekki ég fekk 3 dagar til þess að æfa röddina og bara gerir þetta vel söngst þarna La Donna Immobile býtu bara, það eru fleiri arjur það er vestri breið, bara örstuð, bara vestri breið tölur. Ég hef ágjör að vestra á heimavelli bara tölur eftir þessar fyrstu 2 leiki. Ég ætla að fara í 2-4 2-4 fyrir Breiðablik, KR Stjarnan Tómas 2-2 Ía Háka Guðmundur Ískir dagar 3-1 Valur Fylkir 2-1 fyrir Val og svo er það FH Káa FH vinnur nokkuð samfærandi 2-0 sigur. það er ekkert Kámenn eru í byggar fögnuði. já, svona smá byggarvíma þar vonandi fer sá leikur fram 23. ágúst en vonandi líka koma samt Víkingarnir langt í Evrópukeppni og allt slíkt. Ég held að það snúist eitthvað það að þeir ef þeir eru dottnir út eða eitthvað slíkt að þá getum við spilað þetta í ágúst. Ég vona við getum spilað þetta í ágúst. Samt búin maður geta þetta út að ég farin í algjörum mótsögn við sjálf mig. Þeir eru reyndar, þú veist, þeir vinna Shamrock en þeir hafa Slavia Prag í annari umferð. Það er alveg En þá fara þeir bara þeir fara niður en þeir eru ekki öryggin hins vegar með riðlakeppni eða þeir tapa fyrir Slavíu. Þeir eru að vinna Slavia Prag, þá eru þeir öryggir í riðlakeppni í konferens, þú veist, öryggi þar. Ég get sagt ykkur það að Víkingur ekki voru að vinna Slavia Prag, bara ég get alveg gjössanlega lofa ykkur því. Dóttor fútból ætlar aðeins að kíkja á enska boltan Flísabúðin og Dóttor fútból á toppnum síðan 1988, það er að segja þeir ég hefur á toppnum síðan 2018 Dóttor fútból langvinsælastar miklu fyrr. Já, reyndar Dóttor fútból langvinsælastar hlaðvarpið síðasta mánuðin á Íslandi. Flísabúðin langvinsælastar Flísabúðin Stöð 2 Sport besta sætið hefur nú endurheimt enska boltan. Gummi, þetta er góð tilfinning að vita því að þetta er handaf hótnið, þú veist, við erum búin að ekki og ég geti alveg að tala bara sem fótbolt áhuga maður hefur saknað þín að lýsa enska boltanum og hérna þeir hafa staðið sér vel í símanum en ég er glaður að fá þau tilbaka. Já, takk hérlega fyrir það. Ég er mjög spenntur, það er reyndar ár í þetta. Já. En það ætti að gefa okkur hins vegar frábæran tíma til þess að undirbúa það að gera þetta mjög vel og hérna ég vona það bara að allir okkar megin leggist á eitt að gera þetta eins flott eins og möguleik hér á. Já, Tómi, er þetta jánaður að fá Gumma aftur á Arsenal-leikina? Rosalega ánægður sko. Gumma lýsa því þeir eru tökum út þetta titlunum. Akkur er haldað svona margir allavega heldu að ég væri Arsenal-maður. Út af þessari tengingu fjölskyldunni, það er allir í fjölskyldunni haldum að Arsenal, ekki í stelpunna þeirra. Þú ert það. Já og nei, ég held að þeim sé vel að sama góðan fótbolta. Það er alltaf verið Arsenal. Það er voru að fagna bikarmeistaratitlunum sá ég á samfélagsmiðlum. Það er stætuðinnar þegar tókum bikarinn. Við tókum bikarinn. Tókum bikarinn á þetta sitt. Við fórum með fjölskyldan saman út að borða. Að fagna. Það er eitthvað að tala um það Mattias de Ligt sé á leiðinni til Manchester United. Ég meina, þú er búin að sjá hann 100p. Já, 100 bara klárað. Ok. Þeir vildu losna við hann í Bayern í fyrra. Í janúarglöggunum þegar Dragosín fór frá Genoa til Tottenham þá vildi Bayern fá Dragosín og honum var tilkynnt samkvæmt mínum heimildum að De Ligt mun fara núna eða í sumar. Það er bara þeir til Manchester United eða? Það var nefnilega
það var fyrsta félagið sem var nefnt og ég held að það sé engin spurning núna eftir að við fengum One More Year með Erik Takk. þá farin að taka Mattias de Ligt Já, Mattias de Ligt ég ætla bara að skrá Mattias de Ligt sem nýjan varnarmann Manchester United fyrst að Guðmundur Benediktsson er svona samfærir þetta allt saman og það er bara mjög jákvætt staðfest hérna Er eitthvað fleiri félagsskipti Arsenal, hvað eru þið að gera? Eru þið að fara að segja senter eða hvað er í pípunum hjá okkur? Er það þessi Calafiori varnarmaður Bologna? Það er líka 100 Ég myndi segja að það sé 90 þessi öryggir dílar með Gumma Ben hvað er með fleiri? Calafiori er að fara til Arsenal þó að margir séu að velta fyrir sér þú veist, er það ekki með fullkomið hafsendapar en hann náttúrulega hann getur leyst heldur betur vinstri bakvarðarstöðu sem að hann ólst upp við að spila og hann er fullkominn í þriðja hafsend ef að Arsenal langar að spila með 3 hafsenda þá var hann fullkominn þar Já, en byrju Júriðan Timber er hann ekki örfættur eða? Réttfættur, já Ok, þannig að hann getur slotta hægri bakvarðarstöðunni og Ben Mæði dettur út þannig að senast að kaupa bara 2 fyrir 1 hafsend og bakvarð aftur 2 í hverja stöðu Gæða leikmenn hverja stöðu Sérðu eitthvað meira á dettin? Sérðu eitthvað vinna mótið? Framtíð með Napoli Hvað sérðu þið? Sérðu eitthvað vinna mótið? Já, það sé nú nokkuð ljóst City verið með, ekki? Jú Þú hefur trúið Já, við erum komið betra liðið þeir núna Ég held alveg að Arsenal séu miklu kontentar þetta Já, þeir voru það í ár þannig séð, en það var ekki margir að spá okkur samt sigur í ár Hverju spáðu þú fyrir mót? Ég spáði Arsenal Ég man eftir því Það er alltaf þannig að þessi framherji hollendinga sem vorum að ræða Sirksi eru auðvitað sterklega orðaður við Manchester United og það er svona orðrómi sem er búið að vera í gangi í tölverðan tíma Hann mun henda Arsenal hins vegar, hann myndi henda Arsenal mjög vel af því að hann er svona fljótandi hann svona fer völlin og tekur þátt í uppspili og alls, er svona út allt vantar kannski aðeins en hann sé bara svona bam 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 markaskorari inn á tegnu, hann er ekkert ólíkur Havertz með það ég held að hann sé betri en Havertz fyrir Arsenal sko en hvort hann hendi United ég veit það ekki Kieran Dewsbury Hall er gengið til þess við Chelsea, það er auðvitað strákur sem fylgir þjálfaranum yfir skemmtilegur miðjumaður svo ég veit sem ekki hvort sé nógu góðu fyrir Chelsea en þá nú eftir að koma allt saman í ljós Liverpool er ennþá inn að fá Anthony Gordon allan að sagði svona ennþá allan að vera að horfa á hann sem að geti staðið sér mjög vel þar annars eitt sem langar að segja sorry, ég gríp inn í hérna að því ég sá í gær Slott er náttúrulega komin til Liverpool en Dani Prisk eða sem tók við Feyenoord núna hann var með blaðamann í gær og það var fannst mig geggjað því að fyrstu 2 mínútur talaði hann hollensku bara var með statement ekki á blaði, bara talaði hollensku bara í 2 mínútur talaði hitt og þetta og hann sagði afsakið með hollenskuna mína en ég væri til í að við myndum síðan núna taka fundin á ensku en hann var geggjaður á hollensku bara í 2 mínútur opnaði bara á því og ég fann bara hvernig hollensku blaðamenn fengu aðeins í hann ég bara segja svo sko. það er bara þannig þetta er hansi sterkt að geta bara mætt klár með tungumálið skiptir miklu máli og sem skiptir heldur betur miklu máli nú, þú veist, það er einhverjar að hvert Jadon Sancho fer það er alveg ljóst að hann á enga framtíð hjá Manchester United hvað getur við fengið fyrir hann? Já, ég held að sé bara cut price bara losna vennar launaskráfa sé nú stóra máli í þessu það er verið að tala með Ederson sé að fara hvert hann hins vegar fer verður áhugavert Ederson Atalanta markmaður er ekki bara að tala um að hann sé að fara til Saudi? Jú, og einhver er líka að reyna að orða Bruno Fernandes með Saudi ég sé það nú ekki fyrir mér síður en svo en United þarf að halda honum já, hann er svo mikilvægst sem að United þarf að halda
Þetta bara eini leikmaður, eða svona langbesti leikmaður liðsins, svona ef við segjum hlutina bara nákvæmlega eins og þeir eru. Ég aðeins að reyna að vinna hérna í smá þessu hérna. Það sigur þetta svolítið hátt. Nei eða já. Og Dóttar fútból með nóg af spurningum. Sindri Lass spyr ykkur nei eða já auðvitað með æsver þar sem prísin fer og ég fer í æsver saman hvort það sé í Faxaferðinu, Laugaveginum eða Smáralindinni, já eða Kringlunni sem búin að opna aftur. Æsver. Já, þar sem prísin fer og ég fer. Kai Blóðlitli Havertz að fara að skjóta á Þjóðverjum í undanúrslit, spyr Sindri Lass. Já, þess að kom fram fyrir þettinum, þá er hann að gera það. Ok. Hefur eitthvað að skoða, spurning á Tomma frá Hermanni Valda, hefur eitthvað að skoða að stækka bjórinn á krúsinni í 0,6 og halda verðinu óbreyttu? Nei, hann ekki verið að skoða það. Já. Það verður skoðað í dag. Fæ mér okkur bjóra að skoða það vandlega. Hvað verður tilbúð dagsins á Samúlsson sem í mathöllinni hér á Selfossi ef Kai Havertz skorar? Bjór á 500, ef hann skorar 2, það er frí bjór. Það er ekki flóknar að það. Nei. Hérna Gummi, mun sársöka Arsenalmanna ljúka í maí 2025 þegar þeir vinna Premier League titilinn? Nei. Nei, segir hann. Nú vinna Víkingar tvöfalt aftur í ár, nei eða já? Já. Bara stutt og lagað. Fer Tommi til Tenerife í janúar, spyr Árni Már Markússon? Nei, ég rekna ekki með því. Fer í afmæli á Mike. Já, ok. Mike janúar? Nei, Nóber. Er meiri líkur á Portugal sigri gegn Frökkum ef Ronaldo byrjar á bekknum í dag? Nei. Gummi Ben Vesturbæingur? Spyr Arnar Hreiðarsson. Hann er þorpari. Hann er náttúrulega búin að markasetja sig upp á nýtt sem fossara. Rýbranda. Mun Selfoss spila aftur í efstu deild karla á næstu 10-15 árum? Já, það er klárt. Það ekki, með að sjáðu alla uppbygginguna eða allt sem var að gerast hérna á Selfossi. Ef að Tommi og Leo halda áfram hér og Bjarni fær að vera áfram með liðið, þá eru komnir upp eftir 4 ár. Já, Hannes Friðbjörnsson sem er nú einn af okkar færustu trommurum, spyr man Tommi eftir haglabissuleiknum fyrir aftan Njálsbúð með meðlumum Skímo og Buff árið 2001. Nei, vittur við. Sumt vill maður ekki muna. Nei. Svo erum menn að fara að spyrja, er Svissi fara að vinna England? Býðið svöruðu náttúrulega því? Bara... Nei. Svo erum menn mikið að byrta hér myndir af Mesut Özil og þessar nýju líkamsræktara æði hans. Við erum saman í þessu, ég og Özil. Já, það er heldur betur þannig, en það er svo sem verið að spyrja endalösa spurninga. Drengir, þið megi báðu velja eitt vinner frá vikunni. Er þið með vinner fyrir mig? Þetta er Einar Á sem eru þeir bestu í byggingar innan allt lím, Wonder Vibes, allt þetta fæst í Einar Á Dalvegi. Þeir vilja fá eitt vinner frá okkur. Hver er svona ykkar sigurvegari frá vikunni? Ég ætla að fá að velja Icelandair fyrir að hafa að gefa mig fullkomið Wi-Fi á flugi mínu þar sem ég gæti hort á leik í perfekt gæðum. Draumur sem ég hef átt síðan 1987 og að sjá fótboltaleik í beinni í flugi. Ég er búin að hugsa þetta í mörg ár og þetta var yndislegt. Ég var í flugi til Bandaríkjana þegar Ísland vann Holland hérna. Já, Jóndaði stórleikuna eini. Hrikalegt. En eigið eitthvað sigurvegari, eitthvað svona sem poppar upp í huga ykkar? Engin einn? Já, ég ætla að gefa Hadda þjálfara Káa að vera komið með lið í bikarúrslit. Annar ár í röð? Já. Bikarhaddi? Bikarhaddi en svona oft kallaður. Ert þú með fyrir mig? Nei. Engin svona vinnir sem að hvað með Leo? Já, er það ekki að taka maður Leo? Hann var leiðið núna söður og á sér norðan og verður hann á Selfossi í dag? Það verður á Selfossi í dag, já. Alveg í lokin þá var það þannig að við ætlum að fara í Elgrandi með Kim.is þar sem að Tómas og Gummi komið rétt svör þannig til að annar þeirra stendur á gati.
Gerum það með Kemi.is sem að nú að selja hérna svörtu sanda Dr. Fútból Black Sand, nýji bólurinn frá Dr. Fútból fæst í Kemi.is annarkvort hjá þeim eða á netsíðunni. Drengir, við hafa alltaf lægið sem er alltaf undir hjá mér en ég ætla bara að biðja ykkur að dæla á mig liðum ekki frá Reykjavík sem á að spila í efstu deild í fótbolta. Og komið þú mátt bara því að þú ert sá ungi, þú mátt byrja. Þór Káa Selfoss Hvað verður? Vestri, Já, geða. oft kallar B. Ég ætla að gefa þetta Fram Ekki frá Reykjavík. Já, ekki, afsakið Þetta er Úlfarsóttar, ég veit það, en þetta er Reykjavík samt. Káa Þú varst búin með Káa. Ég hef búin að koma Þú sagði að byrjaði á Þór, svo sagði hann Káa. Nú Gjón Meitsins Jón Meitsins. Kristur Já, fram og svo Káa. IBF Skallagrímur Skallagrímur. Völsungur Völlararnir. Já Förum þá í Keflavík Grindavík Jesús Kristur Hvað er að? Hvaðan er ég? Sanger Víðir Já, Víðir, já. Hvar sóttur með Tómas? Utan Reykjavík. Breiðablík Já. Það telur Já, utan Reykjavík. FH. FH, já. Háká Háká. Haukar Já, já. Stjarnan Það er það, nei Stjarnan, já. Grótta Grótta. Já. Herðu Ég var nú að vonast eftir einu liði sem myndi þetta inn. Ísafjörður bara 82, 4 Já, IBI. Já, Já. Þetta gefa það. Ég heldur að heiti það á þeim tíma. já Já, Hugsa, ég á að koma að hjálpa þér. já, takk Pappiðinn. IBA Já. Byggameistarar IBA. Sparisjóður. Þú færð leyniorðið sparisjóður. Pass Þú færð Pass, Dómi Pass Við rættum Arnar Gretarsson á hann. Við Íká Nei, við fórum aldrei. Við vorum í suðvesturriðli þriðdeildar í svo. Takk samt fyrir að reyna kongur í þetta en ekki með þetta. Sparisjóður. Þorvaldur Þeir voru ótrúlir. Þetta var ótrúlegt lið. Tjónum við Ég held að þessi leikur verður einhvers staðar að enda. Kannski var það sem vorum að biðjum kannski full mikil harka. Einn að fáum uppbyttuðum völlum á Íslandi Spiluðu Evrókefni, Andilegt kom í heimsókn Gjör svo vel. Liftur Lift. Já Halla Guðmus Já, maður fór svona, en ég held þið hafi nánast tæmt svæði því að það er ótrúlegt að það er svo Ekkert stór, Austurland. ekkert Austurland. Nei, það er bara Völsungur og svo kemur bara Vestmannir Já, þetta er nefnilega tóldi merkið þetta að það er Austurlandi hefur bara aldrei áttlið þarna og við erum náttúrulega að sjá að þið selfisingar, þið eru að gera frábæra hluti núna. Mækar er að reyna að breyta þessu Mækarinn er að reyna að breyta, hann er að gera frábæra hluti fyrir austan. Akkurat, með sitt dýralið Er þið með ránditt lið? Heimar rándýrlið, já En af hverju eru þið bara að spila á heimaströggum? Sko, 22 mann hóp okkar þá eru 18 uppaldir að selva sig Við höfum bara tekið ákvörðun að byggja á heimastrákum og gefa ungu leikmönnum tækifæri og Já, og þvert gegn öllu spám þá eru þið einhvern veginn að topnum. já, Það er hansi gaman að því. Þannig að, já, það er að tóldi merkið þetta allt Austurlandið og mið Ísland. Nei, tjók. Það er mæntalega tóldi erfitt að vera með lið á mið Ísland. þetta er náttúrulega líka döitt handboltasvæði Austurlandi. Já, þetta svæði frá bara Akureyri og að Vestmanni Já, það er tóldi merkið. Já, Er IBVF eina liðið í Vestmannum sem við spilaði efstild? Þegar við var að sko, ég var að hugsa það á þann Já. eitthvað, þú veist líklega ekki. Ég gæti sko, svo er náttúrulega IBK en ég gef það ekki. Ég hefði aldrei gefið það. Ok, IBVF hétur eitthvað annað Já,
Þór og Týr Nei, ég held ekki Ég er ekki viss um það. Nei, ég held ekki Dóttarfútból fekk Guðmund Benediktsson og Tómas Þóroddsson er stórtækur í miðbæ Selfoss. Við ætlum að horfa á leikina klukkan 4 og 7 í dag. Eitthvað þessu endar í framleggingu og vítaspyrnukeppni. Það verður mikið fjör þarna, þetta er semst á torginu. Það er frábært veður á Selfossi fyrir þá sem er að velta því fyrir sér. Hjör ekki með Kahoot? Jú, hann er með Kahoot, við ætlum að taka 10 spurningar, þetta eru löflétt, bara þeir sem eru fljótastir vinna. Ég held að þetta veri voða þægilegt, ég held að þetta sé svona barnalegt. Þetta er barnalegt í raun og veru. Ég er upp úr 3 eða ekki? Ég ætla ekki að fara að biðja markaðista leikmann og EM68 eða svona sko. Þetta verður mjög svona, ætla ég að segja barnvænt, af því að hér var ég með svona þátt fyrir fullóðna núna í Dóttarfútból. Þetta er svona með eldra setti sem ég hef tekið upp lengi. Fullorði sett. Það var ekki EM78. Nei, ég sagði 68. 68. Það var 68. Það var Ítalarnir meðal annars á uppkasti. Það sem var kastað upp og það var í allt jæmt þegar við vorum ekki búin að fatta upp á vítaspyrnukeppnum og það var bara náði penning. Ding. Hvað stemdi það í riðlakeppni? Það er sjálfsögur ekkert ósækjarnara sko. Já, ef að einhver hvað var aðstóð þegar voru að slógana sem er guldspjald. Það var svo íslenska boltan. Markmannst þegar voru brjálaður. En svo hvort viltu mæta þjóður með Portugal? Er það ekki bara 50-50? Jú. Þannig að ég held að það var svo sem ekki verið ósengjant þegar á Hólmum var komið, hins vegar eru stóru sigurverðnir í öllu þessu lotteri eru blessaðar hollendingarnir sem að til að komast í undanúrslit þá þurfa þeir bara að vinna Rúmena og Tyrki. Já, gott að það var ég sem að segja. Ef þú eru fengið að velja þá hefur valið þetta. Já, og hver er búin að vera að hjálpa þeim? Jesús. Takk fyrir.